Þá koma afturfallega mála dagskrá Hálönd umsögnum heimildir deiliskipulags þriðja áfanga og til málsleikur bæjarráðherra Víkingur Íslandsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Erindi þetta var tekið fyrir á fundi skipulagsráðs 12. september síðastliðinn. Lögð fram að nýju tillaga deiluskipulagi þriðja áfanga Hálanda í landi Hlíðarenda. Deiluskipulagi var samþykkt í bæjarstjórn að lokinni auglýsingu þann 19. júlí síðastliðinn með minni háttar breytingum eftir auglýsingu. Fyrir liggur bréf skipulagsstofnunar dagsett 31. ágúst 2018 þar sem ekki gerð athugasemd við að birt verði auglýsing gildistöku deiluskipulagsins í B-deild stjórnartíðinda en með fyrirvara lagfæringar á gögnum. Tillagan nú lögð fram með þeim breytingum að hæðakvotum húsa hefur verið bætt inn á skipulagsuppdrátt, misræmi í texta lagfært auk þess sem bætt hefur verið við skýringaruppdrætti með þversniðum í landið. Þessu til viðbótar óskar umsækjandi eftir að gerð verði minni háttar breyting á kafla 194 í greinargerð varðandi útlit og byggingarefni húsa á svæðinu. Skipulagsráð mæli með að bæjarstjórn samþykki deiluskipulagið að nýju með minni háttar breytingum sem tilgreindar hafi verið og sviðsstjóra skipulagssviðs falið að annars gildistöku þess samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 með síðari breytingum. Takk. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég reikna með að þið haldi að ég sé að koma upp til að segja ykkur okkur ég ætla að sitja hjá í þessu máli eins og ég hef gert alltaf þegar eitthvað sem að snertir Hálöndin og deiluskipulag þeirra svæðis hefur komið upp, en það hefur verið gert vegna þess að nú það á þar síðasta kjörtímabili þar sem að okkar bæjarfulltrúi þar sem að þetta skipulag var samþykkt fyrst, þá bentum við á að það hefði verið mun skynsamlegra að skipuleggja svæðið í heild sinni. Það að segja svæðið sem sagt þarna upp við Rætur og upp í Hlíðarfjall. Og það var ekki gert og þess vegna höfum við alltaf setið hjá við afgreiðslumála þegar kemur þessu. En svo satt ég mjög áhugaverðan fund í morgun þar sem var velt upp meðal annars því hvernig maður eða svona vangaveltur hvernig maður hvort maður á að taka þátt í afgreiðslu mála sem maður ósáttur við að hafi komið til skjalana upphaflega og þetta var sem mjög áhugavert og þannig ég ætla bara að tilkynna það ég ætla ekki að sitja hjá þessu máli ég ætla bara hér eftir taka þátt í umræðum ákvörðunartöku varðandi þetta máli en á sama tíma þá ég ennþá jafn fullkomlega sannfærð að það hefði verið betra skipuleggja svæðið í heild sinni upphaflega. Það sem að fleiri hafa ekki bætt sér hljóðs, þá líka til alltaf þessi líka samsýttilöguna til verki. Það 11, takk fyrir það og núna það að fá að veita ábyrgð á útsending dagskrá og spettur að fá að skipta hjá liðum að 10. liður þar sem að verði tækning trústa stjórnmálum og stjórnsýslu, skýrsla starfsfólks og í staðinn verður þá íbúalífið þeirri 11. liður þar sem þessi getur samþykkt slíka breytingu. Það er 11 takk fyrir það.